Ábyrgð á ensku þýðir responsibility, the ability to respond. Ábyrgðin svolítið merkileg vegna þess að getan til að velja viðbragð byggist á frjálsum vilja. Og það hefur engin frjálsan vilja nema sé vaknaður til vitundar. Það er talið að meðalmaður verji 5% af sínum lífstíma í vitund. 95% í afþreyingu eða fjarveru. Hugsið ykkur verðmæti þess, þó að sé ekki nema kannski nokkra prósentur í vitund, hvað maður getur þá í fullum vilja látið af sér leiða. Þetta er eins og svolítið sniðugt. Það að geta verið í ábyrgð og að skilgreina ábyrgð er svolítið merkilegt. Við tökum ekki ábyrgð á neinu nema okkar ljósi, okkar orki, okkar lífi og hvernig við ætlum að verja því. Það að geta verið ábyrgur þýðir það að maður þarf að fyrirgefa sér. Sleppa inn í augnablikið. Það getur enginn fyrirgefið þér nema þú. En ástæðan fyrir því að við fyrirgefum okkur ekki er svo að við erum orðin háð þjáningunni. Við vitum ekki hver við erum án sársaukans sem fylgir því að hafna sér eða afneita sér 800 sinnum á dag. Og við erum svo stjórnsöm, sérstaklega þegar við erum skortdýr eða ego, að við getum ekki hugsað okkur að sleppa þjáningunni. Af því að þá höldum við hreinlega að við dettum fram af plánetunni. Við kunnum ekki að vera, en við kunnum að vera ekki. Og það er fjarvera. Það er vera sem er fjarverandi, sem þýðir það að hún er ekki. Að vera þýðir bara að maður er vera. Svipað á þegar við tölum raunveruleika, að þá er raunveruleikin leikur af raunum sínum, en veruleikin er leikur verunar. Og það fyrirgefa þýðir ekki neitt annað heldur en að sleppa, og þegar maður sleppir þá getur maður ekki sleppt aftur á bak eða áfram, því að það er ekki aftur á bak áfram. Það hefur aldrei verið fortíð eða framtíð. Það er bara núna og svo aftur núna og svo aftur núna. Það sem við erum að upplifa í augnablikinu þegar við tölum um fortíð, það eru einhverjar minningar af þessari svokölluðu fortíð. Og þessar minningar hafa misjafnlega mikinn straum á sér. Það er hleðslan sem er í líf okkar. Og þegar það er mikil hleðsla á minningum gærdagsins, að þá eru það minningar gærdagsins sem að ráða augnablikið dagsins í dag. Fyrirgefningin þýðir það að við afstraumum þessar tilfinningar, tökum strauminn af þeim, þannig að það minnkar ljósið á þessum minningum og smá saman að þá deyfast það svo mikið að þær dofna og hverfa, þannig að það ráð ekki augnablikið dagsins. Fyrirgefningin þýðir það að maður léttir á sér, býr til rými inn í sína tilvist til þess að búa til umbreytingu, af því að líkami okkar er ekkert annað heldur en umbreytingamaskína og umbreyting eða bruni heiteininga á sér stað í rými með súrefni og með orku. Fyrirgefningin er forsenda ábyrgðarinnar og ábyrgðin er svolítið forsenda fyrirgefningarinnar. Þannig að við getum ekki verið ábyrg á þess að fyrirgefa eða fyrirgefa á þess að taka ábyrgð. Þannig að þetta er svona eitt af þessum augnablikum í því að vera í vitund sem að er stóra augnablikið. Forsendan fyrir því að vera vakandi og halda sér vakandi er að taka fulla ábyrgð á orkunni, á ljósinu sem við erum.